Já, komið sæl, yndislegur sunnudagur, gott að vera í húsi Guðs, gott að vera fjölskylda Guðs. Og það er svo gott að finna nærveru Guðs. Sumum er þetta ekki gefið, en það er náð að geta í raun og veru trúað á Guð og fundið nærveru hans og gengið með honum. Og það er vers sem að hljómaði í huga mínum alla vikuna, sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar, að hann er með mér alla daga, allt til enda veraldar. Ég sé hann ekki, en hann sendi heilagan anda sem er ósýnilegur, hann býr innra með mér, ég er húsið hans og hann sem sagt starfar þar og ég finn fyrir nærveru hans og það er alveg stórkostlegt. Og það er, eins og ég sagði, þetta er ekki öllum gefið en þetta stendur öllum til boða. Og málið er að Guð, hann hugsar öðruvísi en við mennirnir. Og það er eiginlega inngangspunkturinn í það sem ég vil segja í dag að í Jesaja 55 að Guð, hann segir í gegnum Jesaja spámann að mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir. Mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og Jesaja, Jeremía og allir þessi menn, þeir upplifðu það að þeir þurftu að ganga og kunngjöra hugsanir Guðs. Og það var bara eitthvað öðru vísi. Það var litið á þá svona eins og skrýtna, það var litið á þá eins og öðruvísi menn og þeirra samtíð tók ekki við þeim. Þeir voru ekki svona meðteknir. Og málið er að það nákvæmlega sama er að gerast í okkar samtíma, nútíma, að fólk kallar eftir því að við hugsum eins og samtíminn, nútíminn og ég las í grein það voru 3 greinar í Fréttablaðinu í gær sem vöktu athygli mína. Sú fyrsta var sú að stutt og svona grein sem var ekki mjög vel skrifuð og varla marktæk að mínu mati. Hún sagði að börn frá kristnum heimilum væru yfirleitt kaldlyndari og væru hefnigjarnari og refsigjarnari. Alin upp í trú, ekki endilega kristin. Ekki bara kristin trú. Já, alin upp í trú en kristin heimili þar undir og það var öllu, já, takk fyrir, að það var sem sagt alin upp á trúðum heimilum og þar meðal sem sagt múslimar og kristnir. Og síðan var sagt sko að 43% væru kristnir og síðan aftur 1/3 hluti kristnir, þannig ég skildi ekki alveg hvað greinin átti við, en það virðist vera svona þörf fyrir að koma því á framfæri að kristin trú sé svona varhugaverð og að kristið sé varhugavert. Nú, ég var alveg upp á kristnu heimili, mér var ekki kennt að hefna mín, mér var ekki kennt að sem sagt, refsa öðrum, mér var kennt að elska og fyrirgefa. Þannig að ég er ekki alveg sáttur við þessa lýsingu eða greiningu. Það var önnur grein nýja bók sem er að koma út eftir mjög reiðan mann sem heitir Mikael Torfason og var hérna einn af aðstoðarritstjórum Dagblaðsins skeið. Var þá með skambissu á borðinu hjá sér af því að hann var hræddur að einhver kæmi og vildi gera út af við hann. En hann er búinn að vera reiður allt sitt líf af hverju. Hann er alinn upp hjá Jehóvavottum. Hann var hérna á spítala sem 4-5 ára drengur og þá þurfti að gefa honum blóð og foreldrar hans voru á móti því að honum væri gefið blóð og vildu bara frekar að hann, eða þetta er hans skilaboð, vildu frekar að hann dæi heldur en að hann gæfi blóð. Og þægi blóð, já, þægi blóð, takk. Og þannig að þessi maður, nú er hann að skrifa bók sem er uppgjör við foreldra sína
og leið og hann gerir það að þá bendir hann á að þjóðkirkjan og allar aðrar kirkjur eru ekkert betri, þær eru alveg eins. Og rökin sem hann hefur fyrir því að hann bendir á biskup Karl Sigurbjörnsson og segir að hann hafi sagt að ef að hjónabandið væri útvíkkað og það væri ekki lengur fyrir, eða það væri gert fyrir fleiri en karl og konu, að þá getum við alveg sent því á öskuhaugana. Og þannig að Karl Sigurbjörnsson að hans mati sá maður sem hatar samkynhneigða. Og þannig að þarna komum við enn einu sinni að þessu, það snýst allt samkynhneigð. Og þessi maður, Mikael Torfason, hann segir að Karl hafi tekið það ákvörðun að fylgja bókinni í stað þess að hlýða kalli nútímans. Og þegar ég var að lesa þetta þá, já, þetta kemur allt, það þetta kall nútímamannsins, það þessi nútímamaður og skilgreiningin á því sem rétt og rangt. Ef þú ekki samþykkir þetta fyrirbæri sem kallast samkynhneigð, þá ertu í raun og veru rangur á öllum sviðum. Þá allt sem þú gerir og segir rangt. Bara þetta Guð. Þetta hinn nýji Guð samtímans, hinn heilaga samkynhneigð, og ef þú ert ekki þar með, þú hlýðir ekki þessu kalli nútímans sem þessi nýji Guð, að þá ert þú bara rangur og þú ert útskúfaður. Og Mikael Torfason sagði að við þurfum að ráðast inn í þessa söfnuði og bara gera út af við þá. Og það hans hugmyndafræði. Og þetta boðskapur nútímans, hann að hlýða kalli nútímans, að þeir vilja ganga frá Guði skapara sínum. Þeir vilja gera út af við þennan Guð sem skapaði mannin, þeir vilja ekkert með hann hafa og þeir vilja bara fara sína leið, lifa samkvæmt eigin geðþótta og hlýðna skyrndum líkama síns. Þetta kall nútímans. Þú átt að hlýða og hlusta á gildir líkama þíns. Ég svona hneigður? Ég svona hneigður? Ég mitt á milli þess að vera karl eða kona? Hver ég? Biblían segir okkur það að við erum Guðs börn. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Og það finnst mér svo yndislegt. Ég ætla að fylgja bókinni og ég ætla að fylgja því vegna þess að upphafið í bókinni. Og mínar hugsanir ekki, yðar hugsanir, heldur eru mínir vegir aðri yðar vegum. Vandinn við fólk eins og þennan blessaðan unga reiðamann sá að foreldrar hans, þau tengdu öfugt við Guð. Og hvað á ég við? Jú, það alveg hægt að tengja öfugt við hluti sem eru rétt gerðir. Ég vinn við bílaviðgerðir og það síðasta dæmi sem ég man eftir að við vorum með alternator sem koma í 4 vírar. Ef þú tengir hann öfugt, þá bara gerir hann ekki það sem hann á að gera. Og ef það svo margt annað í okkar efnislega heimi, við höfum hluti sem eru góðir og þeir eru vel gerðir, en ef við tengjum þá öfugt, að þá hreinlega vinna þeir ekki eins og framleiðandinn ætlaðist til þess að þeir ynnu. Jehóva vottar, þeir hafa hreinlega tengt öfugt við Guð. Þeir eru að rántúlka hans orð. Þeir taka ekki við þessum frelsara, þeir taka ekki við þessum föðurkærleika sem við höfum heyrt að Guð elskar okkur, Guð gaf okkur læknana, Guð gaf okkur alla þessa tækni og allt sem við þurfum á að halda meðöl. Þetta allt saman úr jurtaríkinu og úr ríki Guðs og heimi Guðs, að þeir taka ekki við því og þeir halda að þeir hafa tengt öfugan vír einhvern veginn og þeirra alternator ekki að hlaða. Þess vegna við getum, ég var að hugsa bara í morgun, við getum alveg sagt, þessi ungi maður, hann reiður og hann sér allt illt kemur frá þessum kristnu söfnuðum.
ég var að hugsa, ok, nú eru margir kristnir sem lesa þetta og þeir segja, já, það virkilega svo? Jú, það hefur verið óeining og það hefur verið, þessi var vitlaus og þessi talaði illa um mig og hann var kristinn og þetta var svona og svona og það þarf oft svo lítið til þess að svona skekja trú fólks. Jesús sagði að sá sem heyrir orð mín og breytir eftir þeim, hann er eins og hús sem er byggt á bjargi og það er alveg sama hvaða raddir og sama hvaða straumar og sama hvaða nútímaköll vilja á því húsi, það bara stendur. En svo eru það þeir sem að heyra og sem sagt ekki grundvallaðir, að þeir byrja allir að hristast þegar koma svona raddir og segja, já, kannski eitthvað vitlaust í trúna mína? Kannski Biblían eitthvað vitlaus? Nei, hún ekki vitlaus, þú bara tengir öfugt við hana. Biblían, Páll postuli segir okkur að ef við ætlum að vera rétt tengd, þá þurfum við að hafa anda Guðs. Og við þurfum stundum þegar bara með tæki og tól sem við erum að skoða og bílana greina, að við þurfum að hafa tölvur sem að framleiðandinn hefur útbúið til þess að við getum greint bílunina. Og við þurfum að vera rétt tengdir. Og oft það þýðir ekki að hafa aðrar tölvur, það sýnir okkur ekki nógu mikið sem framleiðandinn hefur ekki gert. Við þurfum að hafa þessa einu réttu. Andi Guðs rétta bílana greiningar talvan fyrir okkar líf. Andi Guðs hefur þetta allt saman fyrir mig og fyrir þig. Og þess vegna getum við örugg haldið áfram að trúa á Guð, sama hvað menn segja, sama hvaða vindar blása, að okkar Guð, hann eins og hann sagði hann Tómas, hann þessi kærleiksríki Guð sem alltaf með faðminn opinn til þess að umvefja sína sköpun. Amen. Og mér langar bara að fara hérna fljótt í gegnum biblíulestur sem sagt að án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Það segir ritningin. Að í Hebreabréfinu 11:6 segir að án trúar ógerlegt að þóknast Guði og sem sagt sá sem kemur fram fyrir Guð, hann verður að trúa því hann sé til og að hann mun umbuni þeim hans leita. Og málið það að Guðs vegir ekki mínir vegir, Guð hann hugsar öðruvísi heldur en maðurinn. Og það við þurfum þess vegna að eignast anda Guðs til þess að geta séð inn í hugarheims Guðs. Og þetta segir Korinthubréfið okkur. Fyrra Korinthubréf 2. kafli. Það talað þetta að við þurfum að hafa anda Guðs til að sjá inn í hugarheim Guðs. Og í Hebreabréfinu áfram, ef við bara förum í gegnum þetta að Guð, hann skapaði himinn og jörð, ekki af því sem séð varð, heldur af því sem ekki varð séð. Ég ætla að lesa þetta. Fyrir trú skiljum vera heimarnir gjörðir með orði Guðs og hið sýnilega hefur ekki orðið til af því séð varð. Það hefur ekki orðið til af því séð varð. Og þetta svo, mér finnst svo gott að íhuga þetta, að svona gerði Guð. Og þetta alveg eins að Biblían segir að við erum sköpuð í Guðs mynd. Maðurinn skapaður í Guðs mynd sem segir mér að ég get lært svolítið Guð með því að horfa á mannin. Hvernig fungera maðurinn? Hann skapaður í mynd Guðs. Guð, hann skapari. Hvað maðurinn? Hvað eru menn að gera? Við stundum málum myndir. Hvar verður myndin til? Var myndin sýnileg áður en hún var máluð? Nei. Hún var til í þínum hugarheimi. Hún var til í huga þínum. Heimurinn var til í huga og hjarta Guðs áður en hann skapaði hann. Hann sem sagt var til fyrir orð Guðs, ekki af því sem séð varð. Og þetta eins með okkur. Við byggjum hús. Hvar verður það til? Húsið verður til í huga einhvers manns, einhvers arkitekts. Hann teiknar húsið og þá það orðið sýnilegt á mynd. Síðan byrja menn að byggja. Og þetta það sem Guð að segja. Hann skapaði himinn og jörð, ekki af því sem séð varð, heldur bara. Hann talaði og það var til. Og við sjáum að við börnin hans, við höfum þessa sömu eiginleika.
Við höfum þessa sömu eiginleika, þetta verður ekki til að sjálfu sér. Mynd, hún bara, sko, ef að þróunarkenningin, ég segi þróunarkenningin, hún ekki sönnuð, þó að fólk alltaf að reyna að segja okkur hún sé sönnuð, ef að hún væri rétt, að þá væri nóg bara fyrir mig að setja eitthvað blað á borð, setja lítið hérna hjá, síðan myndi þetta þróa smátt og smátt og það yrði til bara einhver mynd af sjálfu sér. Ég tala nú ekki að það væri skert hurð, að þá færu litirnir allir að stað og myndu mála fallega mynd. Nei, það ekki þannig, það allt í okkar heimi byggir á sköpun. Það byggir á sköpun og við verðum að trúa því. Guð, hann hefur ekki sýnt sig, hann segir ég ósýnilegur, en þið getið séð verkin mín. Og það alveg það sama, við höfum hérna myndir eftir gamla meistara, við getum ekki séð það, þau eru löngu farnir, við getum séð verkin þeirra. Við efumst ekki að Kjarval hafi verið til. Það kemur bara ekki til. Við efumst ekki það, við vitum að Kjarval var til að því að við sjáum myndirnar hans. Þær eru fallegar og já, það smekksatrið. En sjáðu til að hið sýnilega að það varð ekki til af því sem séð varð. Og þess vegna þurfa mennirnir að taka við Guði á hans forsendum. Alveg eins og ég þarf að taka við altanatórnum eða startaranum á forsendum framleiðandans. Ég get ekki bara tengt einhvern vírian hvar sem ég vil, þá bara vinnur hann ekki. Og þetta alveg eins með Guð, að við getum ekki bara tengt við hann bara einhvern veginn eins og við viljum. Við verðum að koma í gegnum dyrnar sem Jesús Kristur og við þurfum að meðtaka hans heilaga anda. Þá fer þetta allt að taka á sig rétta mynd. Amen. Halleluja. Af hverju órökrétt að trúa á sköpun ef allt okkar líf snýst að skapa? Þetta við skrifað einhvern tíma. Af hverju órökrétt? Nei, mér finnst það rökrétt. Mér finnst það rökrétt. Og ef við berum saman kristna menningu og menningu þar sem við höfum kristna menningu, þar sem við höfum frelsi og önnur trúarbrögð, þá sjáum við að mismunandi trú fæðir af sér mismunandi menningu. Og þetta eitthvað sem að fólk á mjög erfitt með að skilja, að menning okkar, hún mótast af því hvernig maðurinn hugsar. Og maðurinn hugsar í samræmi við það hvernig hann trúir. Salmur 115, vers 4-8, við skulum lesa það saman. Það segir, skurgoð þeirra eru silfur og gull, handaverk manna. Þau hafa munn en tala ekki, augu en sjá ekki. Þau hafa eyru en heyra ekki, nef en finna engan þef. Þau hafa hendur en þreifa ekki, fætur en ganga ekki. Þau tala með barka sínum. Og þetta eru skurg og þetta eru svona verur sem menn hafa gert að guðum, búið til guði. Og þeir falla fram og tilbiðja þessa spýtukubba eða hvað það Og síðan kemur þetta. Skurgóð þeirra eru silfur og gull, handaverk manna. Okkar Guð lífandi andi sem að bjóð til mannin úr moldarköggli með því að blása lífsanda í hann. Það munurinn. Og hér segir, eins og þau eru verða smiðir þeirra, allir þeir á þau treysta. Þannig að sjáðu til að þjóðfélag sem trúir á svona Guði, það mótast af því hvernig þessir guðir eru. Og við höfum menningar heima, við höfum fengið mann hérna í heimsókn frá Indlandi sem bænamaður og bardagamaður og vel á minnst kveðja til ykkar frá pastor Kumar. Nú hann orðinn alvöru pastor, hann ekki lengur ferðapredikari, hann var ráðinn í vinnu í stórri kirkju, þeir vildu fá hann og það sem hann byrjaði á að gera var að kalla til bæna, allir að koma og biðja frá klukkan 8 til 1 á kvöldin og það voru 40-50 mann sem mættu. Síðan aftur bænastund klukkan 4 til 5 á mótnana og þá voru þau að fara að keyra göturnar og taka ríkið fyrir Krist.
Þannig að hann bænahermaður og hann bað innilega heilsa ykkur. En þessi menningarheimur sem hann lifir í, hann einmitt afleiðing af svona skurgoða dýrkun. Og sjáðu, lítum aðeins inn í þennan heim sem vestrænir eru svo hrifnir af, að það sem að gerast, og hérna fáum við fáum jóga frá þessum menningarheimi, til dæmis, og það sem enn verið að gerast, að þeir bera út stúlkubörn. Þeir bera þau út. Þau eru að finnast í vegköntum og hér og þar. Af hverju? Af því að trúin þeirra segir að það sé bara í góðu lagi. Þetta eru bara stúlkubörn og þau eru einskis virði, við viljum eignast strengi og það engin mannvirðing, það bara fyrirlitning, mannfyrirlitning. Annað sem gerist að og hefur gerst, að tengdaforeldrar, þeir hafa sýruþvegið tengda dætur. Af hverju? Af því að heimamundurinn klikkaði. Faðirinn var ekki fær að gefa nóg með dótturinni, að þá var hún bara sýruþvegin. Og það bara gott að þeirra mati. Og sjáu, þetta annar menningarheimur. Og það sem skelfir mig að við erum að apa upp allt fólk stendur bara jóga, ertu ekki að djóka? Og það alls konar hreyfingar og allt að sólinni og ég meina en að trúa á hinn sanna Guð. Nei, það hættulegt. Þetta fyrirgefiði að í ljósi Guðs, hvernig hann hugsar, þá okkar þjóðfélag sjúkt. Ég byrjaði að segja að Guð hugsar öðruvísi. En ég get alveg skilið fólk, vegna þess að þegar við mennirnir mistengjum við Guð, við afbökum hann fyrir öðrum, að þá hefur fólk fulla ástæðu til að verða reitt. Ég hef samúð með því fólki og ég vil elska fólk eins og Mikael. Ég ekki á móti honum. Ég get skilið hann. Ég get skilið hvaðan hann kemur, skilið af hverju hann reiður. Hann hefur fullan rétt á því að vera reiður. Vegna þess að foreldrar hans tóku ekki, þau hafa ekki eignast þessa réttu tengingu, þau voru bara handbendi illra afla. En höldum áfram hérna með Indland, menninguna þar, eða þessa heima, og ég hef skrifað hérna, það kannski rangt munað hjá mér, en ég man ekki eftir neinu múslimalandi, þar sem sú trú ráðandi, að það ríki friður eða tjáningarfrelsi. Við getum sagt að það sé svona kannski friður í Sádi-Arabíu, en það langt frá því að vera tjáningarfrelsi. Og þú mátt ekki gera mikið til þess að vera slegin út af laginu. Og vitið þið frá hvaða menningarheimum flestir koma sem leita hælis hér? Það ekki frá hinum kristnu löndum, það ekki frá Noregi eða Danmörku eða Bandaríkjónum eða hinum kristna heimi. Nei, það frá öðrum menningarheimum. Flestir koma frá íslömskum ríkjum. Og þess vegna segi ég, og ég hef skrifað það hér niður, að ég trú að maðurinn Jesús Kristur sem fæddur var á yfirnáttúrulegan hátt, reis upp á yfirnáttúrulegan hátt, var upphafinn til himins á yfirnáttúrulegan hátt og mun aftur koma á yfirnáttúrulegan hátt. Ég trú að hann hafi opinberað og sannað að Guð sé til og að Guð sé sá sem hann segist vera og að Guð sé kærleikur. Það var reyndar önnur þriðja greinin í fréttablaðinu í gær eftir Illuga Jökulsson og mér fannst gaman að lesa hana og hann í raun og veru setur ofan í prest á Íslandi fyrir að vera að skipta sér að því tilefni greinarinnar eitthvað sem einhver prestur gerði, fór að sletta sér inn í samræður miðils og fréttamanns. Þar sem fréttamaðurinn var að segja að miðillinn væri að ljúga fólki
og presturinn kom með spurninguna, hvað hefði Jesús gert? Og Illugi, hann segir að þessi glansmynda Jesús sé ekki alveg sönn. Þannig það er margt til í því sem hann segir, þó að niðurstaðans sé svona langt frá anda Guðs. Hann dregur fram ákveðna mynda Jesú og hann dregur að hluta til fram rétta mynd en líka mjög ranga mynd. En ég get líka skilið það vegna þess að þetta er ástæðan fyrir því að það eru svo margir sem kenna sig við Krist sem að rangsnúa hans orði og rangtúlka því sem Biblían segir og því sem hvernig Guð og hvernig á í rauninni heimurinn að treysta. Það er verið að draga upp ranga mynd af kirkju Jesú Krist. En samt komum við alltaf að þessu, ef að við byggjum á bjarginu, þá fær ekkert skekið okkur, þá fær ekkert haggað okkur. Við erum áfram til staðar, við erum áfram kirkja, hvort sem við erum 2 eða 3 eða 3000, við erum áfram að ganga með þessum Jesú Kristi sem lofaði okkur því að vera með okkur alla daga allt til enda veraldar. Og þó svo að enginn fylgi honum nema ég, að þá ætla ég samt að fylgja honum. Ef að þú hættir því, þá ætla ég að halda áfram. Mér er alveg sama. Ég ætla að halda áfram að fylgja Jesú sama hvað þú gerir. Ég er bara ákveðið að gefa Jesú líf mitt og ég ætla að ganga með honum allt til enda. Amen. Vegna þess að hann mun koma aftur að sækja þá sem á hann trúa. Kannski áður en ég dey. Halleluja, hver veit? Og þá kemur þetta ríki þar sem réttlæti býr, kærleikur býr og jafnvel ljónið og unga barni geta sofið saman og halla sig hvert að öðru. Halleluja. Fyrir mörgum árum þá var ráðstefna á Íslandi sem andleg málefni og þar á meðal var rætt líf eftir dauðan. Fréttamaður spyr forráðamann ráðstefnunar, hafið þið fundið svörin? Nei. Við erum áfram leitandi, þetta er svo stór spurning að það er ekki hægt að gefa svör við því, sagði hún. Já, en hvað með Biblíuna, hefur hún ekki svör? Jú, en fólk vill bara ekki láta segja sér svarið, sagði hún. Ég hef alltaf munað þetta vegna þess að mér fannst þetta svo fyndið að vera að leita svara og vilja ekki fá svör, bara því þau koma ekki frá þeim stað sem við viljum, þó það séu rétt svör. Nú, það eru margir sem spyrja, alveg eins og Freddie Mercury, söngvari Queen, hann sagði, getur einhver sagt mér hvaðan við komum og hver tilgangurinn með okkar veru er hér? Geta hatursfullir ungir menn sagt okkur það? Hafa þeir einhver svör? Jú, að ráðast á þá sem að trúa öðruvísi en þeir, berja þá sem eru ekki eins og þeir, það er þeirra lausn og það er þeirra svar. Nei, Jesús Kristur, hann gaf okkur betri lausn. Hann sagði að við getum elskað náungan eins og okkur sjálf og við ættum að sýna öðrum en kærleika, elska þá, umvefja þá og þannig gætum við í raun og veru opinberað Guðs ríkið á jörðinni með því að sýna fólki kærleika Guðs. Amen. Þannig að hvaðan komum við? Jú, við komum frá Adam. Hvar erum við? Við erum í syndugum heimi. Hvert förum við? Við stefnum á himinin, við stefnum á ríki Guðs, en meðan við erum hér þá ætlum við að lifa í ríki Guðs hér á jörð. Og þannig að við höfum alls konar vandamál í þessum heimi og það var einsinni, eða það sem er núna mjög mikið í umræðunum búið að vera undanfarin ár, að það er þetta með ósonlagið og ég hafði svo gaman að því að þegar ég sá það allt í einu að Guð var búinn að finna lausn á því áður en að í raun og veru menn fóru að hafa áhyggjur á ósonlaginu, þá stendur skrifað, ég sá nýjan heiminn, nýja jörð. Ef eitthvað klikkar hérna, að þá er Guð búinn að sjá okkur fyrir nýjum himni og nýrri jörð. Og það sem blessaði mig svo mikið var þegar núna helgina, þegar hann var að tala saman hann sagði það sama með allt þetta kaos, Guð, hann hefur ennþá stjórn og yfirsýn yfir alla þessa hluti.
Danielsbókin segir okkur að Guð, hann breytir tímum og tíðum eins og honum þóknast, hann tekur konunga frá völdum, setur konunga til valda. Það sem inn í dag, þarf ekki að vera inn á morgun. Það sem inn í dag var ekki inn fyrir 30 árum. Af hverju haldið að það verði inn eftir 30 ár? Guð getur breytt tímum og tíðum, og þó svo að við höfum óguðlega stjórnmálamenn í dag, þá ekki þar með sagt að við höfum þá á morgun. Við biðjum fyrir þeim, við elskum þá, en þeir hugsa ekki eins og Guð. Þeir vilja hlýða kalli nútímans, þeir vilja Guð út, en við elskum þá og við sýnum þeim Guð og við vinnum þá fyrir Guðs ríkið. Vegna þess að það var Guð sem skapaði allt, og það Guð sem byrjaði allt, og hann mun líka enda allt. Það verður allt hjá Guði þegar að yfir lýkur. Hann mun verða konungur konunga, öll jörðin mun verða undir hans stjórn. Það bara spurning tíma. Amen. Guð, hann elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúir ekki glatist, heldur hafi eilíft líf. Amen. Og ég vil bara enda með því í dag. Og ég vil bara hvetja okkur til þess að láta engan í raun og veru rugla þig. Páll, hann sagði þetta, ekki láta neitt rugla þig. Haltu fast við þá sannfæringu sem þú hefur. Það sama hvað aðrir segja, vegna þess að það svo oft þeir sem hrópa hæst að þegar þú ferð að skoða hvað þeir segja í raun, þeir hafa enga lausn. Og þeir eru rangir. Reiði manns, hún gerir í raun og veru ekkert. Hún hjálpar engum. En kærleikur hylur fjölda synda. Kærleikur hjálpar öllum. Og það sem gerir lífið yndislegt. Þegar við meðtökum kærleika Guðs og gefum hann áfram til næsta manns. Amen. Við skulum bara rísa á fætur og við skulum biðja saman.